Og þá að helsta fréttamálinu en klausturupptökurnar eru langar og þar eru margir nýtir niður, aðalega konur. Og Freyja Haraldsdóttir ein þeirra sem var uppnefnd vegna fötlunar sinnar. Það verður ekki komist að annarri niðurstöðu en að það hafi verið gert. Þar var hún uppnefnd Freyja Eyja og síðan voru gerð einhvers konar selalhljóð til þess að gera grín að henni. Freyja Haraldsdóttir aðjúnkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands og fyrrverandi varaþingkona Bjartrar framtíðar og komin hingað til mín. Velkomin. Takk. Sko, þú birtir grein á Kjarnanum í gær þar sem þú skrifar að enginn þeirra sem var gómaður á klausturubarnum við að líkja þær við sel og uppnefna þig hafi séð að sér, en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann hringdi þó í þig. Hvernig var það samtal? Það var bara mjög sérstakt samtal. Hann byrjar á því að segja mér að hann vilja biðja mig afsökunar, en fyrir rauninni bara strax í það að útskýra sem sagt hvernig hann sér þetta og svona útskýra fyrir mér að þetta hefði nú ekki, þetta byrjar að segja mér að þetta hafi nú ekki verið fötlunartengt eða til þess að í rauninni niðurlægja mig á grundvelli fötlunar. Og og ég get náttúrulega ekki alveg farið með þetta orð fyrir orð. Nei. En það væri það ekkert skynsamlegt, en þess að innihaldið var það að selalhljóðið var afsakað með því að stóll hefði líklegast verið farið til eða eitthvað eins og hann orðaði það. Vildi ekki kannast við að neinn hafi búið þetta hljóð til, og svo fór hann og sagði mér mjög langa sögu þetta Freyju Eyju-mál sem á hafa verið vegna þess að einhver veggur á skrifstofu Miðflokksins fyrir hurð þegar komið inn og það hafi ekki talist aðgengilegt, sem það örugglega ekki og þá hafi komið upp svo umræða að ég myndi til dæmis ekki komast þarna inn og að það þyrfti að færa hana vegg og þá hafi veggurinn fengið þetta viðurnefnið Freyju Eyja. Þau kallaði hana vegg sem sagt Eyju. Já, Freyju Eyja. Freyju Eyja og þegar ég benti honum á að það var nú mjög fötlunatengt að fyrsta lagi tengdist mér og aðgengismálum, að þá sagði hann að já, það væri nú rétt sko, en þar sem þetta hefði nú verið með það hefði verið eitthvað svona gott á bak við þetta út af þessum aðgengisumbótum að þá ætti þetta nú að vera allt í lagi sko. Já. En frá þínum sjónarhóli séð þá ertu hlutgerð sem veggur? Já. Og sem dýr? Ég dýr og ég veggur og einhvers konar svona, já, það náttúrulega rosa mikið bara svona verið að hæðast að mér og hæðast að minni skerðingu og auðvitað mínum líkama. Hvað en varstu ekki beðin fyrirgefningar eða? Já, hann náttúrulega byrjaði símtali á að beðast afsökunar og en einhvern veginn ég gat ekki eins og brugðist við því að það var eiginlega vant að búin að sleppa orðinu þegar hann byrjar að útskýra eða hrútskýra eins og ég myndi frekar vilja segja og en sem sagt og svo í lokin á samtalinu að þá segir hann aftur að hann biðist afsökunar fyrir hönd hópsins. Fyrir hönd hópsins? Já, og þykir þetta leitt og það sem ég mín viðbrögð voru bara að ég þurfti bara að melda þetta. Þetta var náttúrulega alveg rosalega óþægilegt samtal því hann bara talaði, ég hef ekkert komist neitt aðeins mér þó ég hef viljað og svo svolítið eins og þetta væri mjög æft eða svona mjög planað samtal eða svona uppbygging og já, og svo kannski skipti líka máli að koma fram að ástæðan fyrir því að þetta hefur verið tekið upp þarna í þessum aðstæðum hafi verið af því að skoðanir mínar og það hvernig ég set þær fram fari í taugarnar á mörgum, meðal annars hann nefndi sérstaklega Gunnar Braga og aðra og en tók það fram að ég færi nú ekki svo mikið í taugarnar á honum, en það þótti honum líka vera það svona nógu góð rök til að í rauninni til þess að útskýra þetta grín í rauninni sem að við vist líka varpa ljósa á bara kvenfyrirlitninguna að þegar konur segja eitthvað sem þykir ekki eitthvað þægilegt eða
gott að þá alltaf að gera bara alltaf grína þeim, sko. Já, einmitt. Hefurðu hlustað á þessu upptöku? Ég hef ekki treyst mér til að hlusta á upptökunar, en ég lesi part af þeim og já, ég hef vel ekki bara hjarta á taugar í að fara gegnum þetta. Hvernig sko þessi umræðöldsömmul, hún náttúrulega snýst marga og meðal annars þig og mörgum sem fannst nú að sem það væri nú lagst ansi lágt, kannski alveg lægst talandi þig og þína fötlun. Eru margir búin að hafa samband við þig? Já, þú veist, ég vil nú kannski segja að mér finnst allt sem kemur fram í þessum upptökum og bara mjög alvarlegt og ég held að segja ekki hægt eiginlega að segja hvað var verst eða skást, þetta náttúrulega bara ótrúlega ógeðfellt og særir fólk bara örugglega alveg jafn mikið, en auðvitað er fólk sjokkerað af þessu öllu kannski. Já, það var auðvitað er fólk sjokkerað yfir því að fallara mannski sé líkt við dýr, það náttúrulega sjokkerandi. En Freyja, mér langar samt að bæta einu við, sko. Unnur Brá Konráðsdóttir, hún kom hingað í síðustu viku, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og forseti Alþingis. Hún sagði þetta, þetta eru karlar sem eru hræddir við sterkar konur. Lítur þannig augum á það kannski líka? Þú ert baráttukona? Já, ég held að þetta sé náttúrulega, þetta er auðvitað ekkert í fyrsta skipti þar sem ég verð fyrir hatri og verð fyrir netningiði til dæmis og það er mjög mikið og ég hef mikið þurft að fórstu það sem baráttukona og sem aktivisti. Þannig að ég get alveg tekið undir það með henni að svona viðbrögð myndi ekki koma fram nema að fólki sé ógnað eða upplifa einhvers konar minnumáttarkennd gagnvart manni, þó svo það sé ekki tilgangurinn með mannréttindabaráttu að vekja það, en fólk verður náttúrulega bara eiga það með sig sem að upplifa slíkt. En þú náttúrulega ýtir á einhverja viðkvæma punkta. Það er eitthvað. Já, og með hugrekkið, en þú náttúrulega ert að kenna þessi fræði upp í Háskóla Íslands og til dæmis að sko hvernig hægt er að skoða fræðilegar hugmyndir mismunun og forréttindi. Sko finnst þér þetta, því að við tökum þetta bara aðeins svona stærra samhengi, stærra mengi, finnst þér þá þetta kannski lýsa svolítið hversu illa upplýst samfélagið er fordóma gagnvart fötluðu? Þetta er náttúrulega mjög afhjúpandi viðhorf til fatlaðs fólks en leið líka náttúrulega klassískt. Fötluðu fólki hefur náttúrulega bara frá örófi alda verið líkt við dýr. Fatlað fólk var geymt í útihúsum með dýrum áður fyrr og það borðaði jafnvel með dýrum og fatlað fólk hefur verið geymt í búrum og svo fram. Þannig að þessi viðleggingu dýr er mjög svona klassísk eða morðað þannig, en leið þá líka mjög sár af því að hún hefur svo mikla sögu og hún einhvern veginn alltaf að setja mann inn í þessu sögu aftur og aftur þegar mann líkt svona við dýr. En auðvitað er þetta afhjúpandi viðhorf til fatlaðs fólks og ég held að það sé lærdómurinn sem við verðum öll svolítið að draga af þessu, að við getum ekki stimplað þetta sem eitthvað svona einstakann viðburð eins og sumir vilja meina eða þetta sé eitthvað mjög sérstakt. Auðvitað er það mjög sérstakt að menn í svona mikilvæg valdastöðu fari og detti það á bar og tali svona einhvern veginn á almannafæri. Það er mikið dómgreindarleysi bara, en þetta eru svona viðhorf sem að ég er að fást við á einn eða annan hátt alla daga og annað fatlað fólk og fötluð fólk er náttúrulega þarlegandi líka með brugðið og kannski það verður bara rætt að því hvað þýðir þetta fyrir okkur þegar þannig að fáum við, þetta er í raun ákveðin staðfesting á kannski það sem okkur grunar að séu við þarfum. Við kannski fáum það aldrei svona skýrt upp á yfirborðið en þannig kemur staðfestingin og það er mjög ógnvekjandi fyrir þetta hópa líka. Já, þetta er löggjafinn. Já, nokkulega þetta er löggjafinn. Fólki sem ákveður það hvort að við fáum aðstoð og hver okkar lífeyrisgreiðslur eru, hvort að tekið sér aðgengismálum, það er fólki sem að líkir mér við sel og dauðan vegg. Þó það sjálfsögðu
gildir það ekki alla og það ekki allir á Alþingi með þessu skoðanir, það vitum við held ég alveg, en það samt greinilega þarna og þetta er einn af hverjum 10. Það bara svolítið há tala. Er fólki einhver vorkunn samt Freyja, sko, að vita ekki betur? Nei, ekki þegar þú ert í svona stöðu. Það alveg, sko, þegar maður kannski lítill og maður að stekka og svona, bara sem barn og ungmenni þá maður að læra inn á bara alls konar kíma þjóðfélagsins reyndar, við sem börn yfirleitt best að sér í þessum málum, en þegar maður fullorðinn, þegar maður búinn að taka að sér valdamikil hlutverk eins og þingmennsku eða ráðherrastól, að þá ber maður ábyrgð á eigin þekkingarleysi og maður ber ábyrgð á því að afla sér upplýsinga og maður ber ábyrgð á því að hlusta á jaðarsett hópa, þannig læra valdafólk. Hvernig var upplifunin, sko, þú varst varaþingmaður, hvað var það ekki á þar síðasta þingi, það búið svo margar kosningar, hvernig fannst þér að fara inn á þingið? Það var bara yfir það heila mjög jákvæð reynsla og auðvitað þinghúsið gamalt og það mjög óaðgengilegt og það friðað og það mjög viðkvæm umræðum að breyta því og það tók til dæmis allt kjörtímabilið að breyta pontunni þannig að hún varði ekki í lagi fyrr en ég var hætt á þingi sem svona dæmigert fyrir okkur en svona almennt síðan þá og auðvitað fann ég fyrir ákveðnum fordómum og svona fólk var mikið að hrósa mér og spyrja hvort ég var ekki þreytt og svona eins og fólk gerir ekki ráð fyrir því að ég sé manneskja sem að vinna fulla vinnu og bara sitt erfiðum hlutverkum og en samt sem maður vilja segja, mér fannst bara reynslan mjög jákvæð og ég átti náttúrulega mjög gott samstarfsfólk í mínum þingflokki sem var náttúrulega styðjandi bara líka í þessu ferli öllu og ég fann það bara mjög sterkt hvað var mikilvægt að fatlað fólk sæti á þingi, mér fannst ég geta haft áhrif, mér fannst ég geta lagt inn upplýsingar og þekkingu sem var ekki fyrir hendi og það var bara mjög valdaflandi og mikilvægt og þannig að mér finnst mjög mikilvægt að hvetja fatlað fólk að jaðarsetta hópa til að reyna fyrir sér í stjórnmálum. Sko. Ætlar aftur í framboð einhvern tímann, hefur eitthvað pælt í því? Það ekkert sem ákveðið en ég útiloka alls ekki að taka aftur þátt í stjórnmálum en ég góð í bili. Sko. Já, fín í bili. Já, náttúrulega upp í háskólanum. Já. Hvað finnst þér réttast að gera, sko, þessir 6 menningar sem voru á þessum bar, þetta náttúrulega svona einhver stigsmunur á því náttúrulega hversu ljót orð voru við þau og svo les, en hvað finnst þér svona réttast af þeim að gera? Ég held að alla dag væri bara réttast af þeim að viðurkenna sín mistök og víkja sem þingmenn. Þetta ekki forsvaranlegt. Við getum ekki treyst svona fólki því það skiptir engu máli hvort þú sagðir, hversu mörg ljót orð þú sagðir. Þau voru þarna, þau samþykktu þetta með þögn og hlátri og það bara alveg alvarlegt. Það að taka ekki afstöðu gegn hatri að taka afstöðu með hatri í mínum huga. Og þannig að ég bara sé ekki aðra leið í stöðunni en því miður þá bara ef maður horfir á stjórnmálsöguna á Íslandi þá nú ekki vongóðum og þau séu tilbúin til þess að líta einbarm. En ef ég tala bara fyrir mig sjálfa þá það einu forsendurnar sem að ég sé til að það hægt sé að íhuga það að fyrirgefa svona hluti. Skil þig. Freyja Haraldsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað í 21. Gott að fá þig. Fá mig. Já, Freyja Haraldsdóttir aðjúnkt hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og fyrrverandi varaþingkona Bjartrar framtíðar, einu af þeim sem að bara góma í þessu spjallið þarna á Klausturbarnum. En farið ekki langt, við höldum áfram alveg til klukkan 10.